Komið sælir kæru krabbar. Þessu sinni eru þið síðastir í þessum lestri sem að leggur áherslu á samband. Það getur verið hvers konar samband sem þið eru með í huga. Ef þið vil hafið einhverja spurningar varðandi samband. Það getur verið vinnutengt, fjölskyldutengt. Það getur verið ástarsamband eða vináttusamband. Við skulum bara sjá hvað kemur. Og fyrsta spilið segir okkur orku sambandsins. Hver hún er, kæru krabbar. Hér höfum við hana. Orka sambandsins er leiði. Einhver er leiður, báðir aðilar gætu verið leiðir og þegar ég segi leiði, þá meina ég svona það er ákveðin, þetta samband hefur yfir ýmsu að ráða. Það eru tilfinningar hérna, en það er stöðnun í tilfinningunum og það er ósk eitthvað meira og betra. Það er verið að rétta eitthvað sem þið annarkur sjáið ekki eða kjósið að taka ekki við. Ef til vill er ekki verið að bjóða ykkur þar sem að þið viljið, þar sem þið báðuð Þannig að það er svona ákveðið vanþakklæti líka í gangi. Kannski bara eru þið í einhverjum neikvæðum gír þessa stundina. Allavega orka sambandsins virðist ekki vera á mjög háu plani í augnablikinu. Ekki þar með sagt að það sé alltaf. Við skulum sjá hvernig samskiptin í sambandinu eru. Ég skal segja ykkur það. Þetta spil kemur aftur og aftur hjá ykkur. Merkin mín góð, en ekki þó í þessari stöðu sem það kemur upp hérna hjá ykkur. Samskiptin í þessu sambandi virðast bara vera mjög erfið, vægast sagt. Það eru særindi, leiðindi, erfiðleikar, baktal, öfund, hvers kyns svona erfið samskipti sem að hægt er að standa í. Og ef til vill hafa þau verið það neikvæð að núna eru engin samskipti í gangi. Að þau eru bara búin í bili. Annar aðilinn hefur bara skellt hurðum og labbað út eða ákveðið að taka sér eitthvað breyk. Ókei. Þannig að þetta fer ekkert ákaflega vel af stað, skulum við segja. Einhverjir styrkleikar eru vonandi í sambandinu. Kæri krabbi, styrkleikar sambandsins eru fólgnir í því að það er heilun og uppbygging í gangi. Styrkleikar sambandsins eru líka fólgnir í hvíld. Eins og ég sagði áðan, ef til vill hefur annar aðilinn dregið sig út eða báðir og núna er ekkert í gangi. Það er engin samskipti, það er ekkert flæði og það er bara leiði. Mér finnst þetta að vera tilfinningarsamband milli tveggja einstaklinga. Það þarf ekki að vera, en það er svona alla vísbendingar í þá átt. Það er samt í þessu spili sem er hérna fyrir styrkleikana fólginn bati sem segir mér það undir niðri er eitthvað að gerast þó að samskiptin séu engin. Veikleikar sambandsins, hverjir skyldu þeir vera?
Veikleikarnir felast í því að taka ákvarðanir, skulum við segja. Það er verið að velta hlutum hérna fram og tilbaka, upp og niður. Á ég ekki, ég ætla að gera þetta núna, nei, ég gera þetta bara á morgun. Og eða hérna, og ef við tökum þetta hérna inn í það sem að ræðir, ég ætla að hafa samband við manneskjuna og sko komið með símann í hendina en ákveður síðan nei, ég ætla ekki að gera það. Hinn aðilinn getur bara haft samband við mig og það er svona ákveðið bara hvað er þetta að kalla status quo vegna þess að það er of mikið verið að velta hlutunum fyrir sér, það vantar að taka ákvörðun og koma einhverju í gang til að brjóta upp. Ok. Ég get ekki annað en tekið eftir sjónum sem er á bakvið hérna þennan prúðbúna unga mann. Hann er ekki alveg sléttur en þetta er engin ólgusjór samt sem áður sem segir mér að það kannski er það er kannski góður möguleiki á því að slétta úr þessum hrukkum sem að hérna eru og eitthvað tengist þetta ferðalögum eða skipum eða sjómennsku því að þetta skip hérna sko starir á mig. Sjómannadagurinn er framundan líka ef hann spilar eitthvað inn í þetta. Skemmtilegt tvist. Við skulum halda áfram. Já, þetta eru veikleikarnir í sambandinu, já, ég var búin að segja. Það er það að taka ekki ákvörðun, velta hlutunum á mikið. Hvernig lítur sambandið út frá öðrum séð? Hvernig sjá aðrir þetta samband? Já, aðrir sjá þarna sterkt samband sem að byggir svolítið á kannski andlegri, nei ég ætla ekki að segja andlegri, ég ætla að segja huglægri orku, huglægum verkefnum, því að tala saman, skiptast á hugmyndum og þetta getur líka táknað það að aðrir sjá sambandi sem að annar aðilinn sé svolítið dóminerandi. Kóngurinn í sverðum getur verið dálítið hvass og hann getur verið þrjóskur og sér hlutina bara eins og hann sér þá og hann getur verið alveg handviss það að hann hafi alltaf rétt fyrir sér. Þannig getur orkan hans verið, en hann er líka klár og hann veit margt, hann er vitur, hann er fróður. Þannig að það er orkan sem að aðrir sjá að þetta samband búi yfir. Ef til vill eru báðir aðilar með þessa orku með sér og er ekki talað að nú mætast stálin stinn þegar tveir aðilar sem eru jafn sannfærðir að þeir hafi rétt fyrir sér mætast og skella saman sverðum. Þannig að það er það sem aðrir eru að hugsa varðandi þetta samband. Nú það sem drífur sambandi áfram, ástríðurnar
Þær eru ekki miklar í augnablikinu. Hér er bara sorg, eftirsjá, vonbrigði. Næsta spil á eftir leiðanum sem kom hérna áðan. Það getur eitthvað hafa gerst inn í þessu sambandi. Aðilar geta hafa upplifað sorg. Annar aðilinn getur hafa sært hinn, vissulega djúpu sári. Og það er svolítið nostalgía hérna í gangi, þannig að það er verið að horfa til fortíðar á það sem að var. Og svolítið verið að syrgja það, en lausnin er eiginlega fólkin í að bara snúa sér að framtíðinni og reyna að fylla upp í þessa fallegu bikara sem enn standa uppréttir. Og þetta eru 2 bikarar og það eru 2 aðilar hérna í þessu sambandi, þannig að hvorum sig hefur hérna bikar til að fylla og til að kannski rétta hinum. Ef til vill sem sáttarmerki eða vináttutákn, eitthvað slíkt. Þannig að það er ekki mikið ástríður í augnablikinu og í raun og veru ekkert sem drífur sambandið áfram. Enda eru engin samskipti og það er engin sem tekur ákvarðanir. Heldur er hérna bara hvað ætlaði ég að segja? Það er engin virkni, það er eiginlega það sem ég var að leita. Það er engin virkni í gangi. Það er bara flatneskja, það er vissulega heilun og bati í gangi, en það vantar ástríðurnar. Síðasta spilið er lykillinn af framtíðinni fyrir þetta samband. Í hverju er hann fólginn? Kemur þetta fallega spil sem í grunninn táknar fögnuð og vináttu. Lykillinn að framtíðinni er falinn í því. Hann er falinn í því að aðilar sættist. Hann er falinn í því að, eins og ég sagði með bikarana, að bikurunum sé lyft og það sé skálað. Það þarf ekkert endilega að vera í áfengi, þá er ég bara að tala um svona myndrænt séð. Lykillinn er að fagna ákveðnum áföngum eða áfanga. Geta verið veisluhöld eða eitthvað slíkt, einhver glaðningur, ástæða til að gleðjast. Allavega að koma sér út úr þessari flatnesku sem er hérna í gangi og að koma á málamiðlun eða sáttum. Sem að báðir aðilar virðast vera fullfærir ef að þetta spil táknar þau aðila í sambandinu. Spili sem að ég ætla að taka hérna aukalega, það flaug út úr stofnum, niður á gólf og ekki bara 1 heldur 2. Þannig að ég verð að koma því til skila. Mér langaði bara að sjá svona framhaldið. Framhaldið er ekkert nema bara óskir rætast, hamingja, ánægja, bara bikar minni barma fullur, segir einhvers staðar. Þetta samband mun taka stakkaskiptum á jákvæðan hátt, enda ekki ástæða til annars, samkvæmt því sem að ég skynja hérna og sé. Síðan var hitt spilið sem flaug út úr stoknum líka bikarspil sem táknar tilfinningar og hérna er verið að tala um alla möguleikana sem eru í boði og að það skiptir máli fyrir báða þessa aðila
að vera opnir fyrir ýmsum möguleikum varðandi sambandið og festa sig ekki í einhverju fyrirfram ákveðnum skoðunum eða fyrirfram ákveðnum hlutverkum, heldur sjá hvað þetta samband hefur upp á að bjóða og að velja það sem að hentar báðum aðilum, skulum við segja. Frábært, kæri krabbi, þá ætla ég að þakka fyrir mig og óska þér alls hins besta með þetta og sendi þér ljós og kærleika.